Nú kemur ein skotheld grænmetisósa sem getur ekki verið hollari. Þetta er rauninni bara saxað grænmeti í ólífuolíu með smá sítrus. Og það sem ég valdi núna, ég er með papriku. Þessi sósa smellpassa með fisk. Hún er þrælgóð með kjöti. Já, tökum þetta. Ég rauninni að nota hvaða grænmeti sem er. Tökum tómatinn hérna. Við höfum bara allt dótið í honum, allan kjarnan og allt saman. Og mikilvægt þegar maður er að velja tómata, það er að vera með svolítið rauða og góða tómata. Sem lykta svolítið. Það veit maður að maður er að kaupa alvöru grænmeti. Tökum hann hérna. Tökum svona lauk, bara venjulegan lauk. Kjarnan úr. Hann fer líka bara í grófa, litla teninga. Og við byrjum alltaf á því að steikja grænmeti sem er svona harðgerast. Laukur, hvítlaukur, svolítið vel á ólífuolíu. Hún er rauninni sósan í okkur. Það mýkir þetta upp. Já. Við vorum mikið með þessa sós á Holtinu þegar ég var þar eins og. Með öllu, allskyns fisk, skelfisk. Leyfum hvítlauknum að vera bara í svona flögum, ekkert of fínan. Við eldum hann í rauninni aðeins. Þegar laukurinn byrjar að mýkjast aðeins, þá setjum við restina af grænmetinu út í. Svo var mikilvægt að vera með einhverjar jurtir. Ég sé steinselja og smá basil myndi alveg gera þetta alveg upp á tíu. Þessum okkur laukurinn brúnist ekki í olíunni. Tökum hérna nokkuð basil. Bara grófsöxum hann líka. Svo nú er laukurinn orðinn mjúkur og flottur. Setjum við restina af grænmetinu. Svo er líka hægt að nota þetta sem bara salatdressing. Þrælgott á öll salat. Eins og við sjáum, þetta verður náttúrulega ekki mikið hollara en þetta. Pakk fullt af grænmeti og olíu. Ólífuolíu. Sítrónusveif. Pössum okkur að steinarnir fari ekki með. Þannig slysast nú einn með. Pössum okkur setjum jurtirnar ekki fyrir en allt annað er klárt. Því það er annars bara verða það gráar og leiðilegur og það missa allt marks að vera að sjóða þær eitthvað lengi í. Missa lit og halda ekki sem ferska kryddjurta bragðið sem við viljum fá út úr þessu. Þá bara jurtirnar klárar. Setjum pipar. Svo er líka hægt að nota chili í þetta, ef maður vilja hafa þetta eitthvað sterkt. Svo setjum við svo salt. Já, þetta er bara nánast klárt. Setjum aðeins meira olíu. Og þetta er náttúrulega sósa með pasta, alveg upp á 10 með það. Upsi, dupsi. Þetta er okkur klárt.